Útivistarfólk hefur lengi getað leitað til Viðars í skíðaþjónustunni eftir útbúnaði, en skíðaþjónustan hefur verið starfrækt á Akureyri í næstum því 40 ár. Viðar er reyndar mjólkurfræðingur að mennt og hafði eflaust hugsað sér annað ævistarf þegar hann var ungur, en hvar kviknaði áhuginn á skíðaþjónustu? Áhuginn byrjaði á því að ég var áður fyrir að keppa á skíðum sjálfur og svo seinna með þá fór ég að gera þjálfari og ég fann út að krakkarnir voru í vandræðum með skíði og þá byrjaði með skíðaþjónustu heim í bílskúr. Það er glæsilegt og það varstu fyrstu 3 árin og færðu þið svo hingað. Hvernig var að fá allt í einu svona stórt pláss? Já, okkur hjónin leist eiginlega ekkert á þetta þegar við fluttum hérna hausti til og það komu 2 eða 3 fyrsta daginn og við í þessu agalega plássi hálftómt. Það munaði dálítið mikið á bílskúr og koma hingað og okkur leist eiginlega ekkert á blikur en þráuðust við og 37 ára erum við líklega búin að vera hérna síðan. Í seinni tíð hefur kúnnahópurinn stækkað mjög mikið, enda mikið sótt í skíðastæðina hérna fyrir norðan. Það fyllist búðin helgar af sunnlendingum því að eins og akkurat núna þá er allt lokað fyrir sunnan og það koma allir norður bara. Og ef það er svo gott þegar þeir koma til Akur þá segir að það, ef það er lokað upp í fjalli þá fara búin á Dalvík og ef það er eitthvað lélegt þar þá fara til Siglufjarðar. Þetta höfum við fram með reykingarna. Ef eitt svæði fyrir svona lokast þá bara er allt lokað. Skíðabúnaður hefur eitthvað breyst til hins betra síðan Viðar hóf störf í bílskúrnum. Hann segist þó sakna þess að þurfa að bora og skrúfa bindingar fastar. Bindingarna nú til dags séu alltof einfalt að stilla. Stærðin á nútíma skíðum er þó miklu hentugri en áður fyrr, segir Viðar. Mín skíðun áður voru 2,10, nú nota með 1,60, 1,70 og svo er það orðið helmingi breiðar en þeim voru og það er alveg endi miklu auðveldar að skíða á þeim og gerði þetta bara, já til dæmis að konur sem voru hættar að skíða, réði ekki við skíði sín, þegar þessi nýju breiðu stuttu skíði komu, þá góttu allar ömmur farið út á skíði aftur með bannaböndunum upp í brekkur og nutu þess bara, sem voru bara hættar á skíðum á gömlu skíðum. En þetta var alveg bylting bara í skíðaframleiðslu. Hvernig skíðamaður varst þú? Já, ef ég segi sjálfur frá, þá var ég nokkuð góður. Ég var alltaf 3 Íslandsmeistari í flokkarsvígi. Það var mitt frægasta. Í hverju segirðu? Í flokkarsvígi, þá voru 4 í hverri sveit og við hérna á Akureyri við urðum 3 sinnum Íslandsmeistarar. Skíðaþjónustan hefur alltaf verið fjölskyldu fyrirtæki en með Viðari starfa þar börnin hans og tengdasinir. Allir hjálpast að og það eina sem er stundum erfitt er mikil helgarvinna. Það væri hægt að eyða löngum stundum að skoða sig í búðinni en hún er innréttuð á skemmtilegan hátt og minnir svolítið á skíðaskála. En Viðar segir að þannig hafa hann einmitt hugsað sér að upplifunin ætti að vera. Það er ótal margt á boðstólunum í búðinni, skíði, snjóbretti, skautar, hjól, allur mögulegur aukabúnaður og öryggisbúnaður. Þarna er einnig rekið verkstæði fyrir græjurnar, auk þess sem hægt er að gera góð kaup á notuðum vörum. Og þú ert ekkert á leiðinni að fara að hætta. Hvað ertu orðin gamall? Já, ég verður kannski 8 ár einhvern tíma seint á þessu ári. En ég er ekkert að hætta, Nei, þú hefur gaman að þessu, eða ekki? Jú, þetta hefur verið skemmtilegur og skemmtilegur. Ég verður bara viðurkenna það. Það var yndislegt. Hverjum er svona skemmtilegast að selja? Litlu börnum, minnstu börnir sem eru allavega að ganga, þau vilja fara að skíða líka. Það er alveg örull að sjá þau brosa svo blítt. Skíðaþjónustan er komin hátt á 4. áratug í starfsaldri. Af hverju ætli það gangi alltaf svona vel? Ég hef nú stundum verið svona að hugsa út í þetta því að margir af mínu félögum hafa hætt eftir 10-15 ár. En við erum hérna áfram og það er eitthvað. Hérna kemur það mikið af fólki og maður sjálf það nýja og spjallar og ég man svo eftir að koma hérna einn strákur með lítið soninn og hann segir svona við lítið soninn sinna hugsaði þegar ég var pínu lítill og kom pabbi oft með mig hingað til að versla og þetta gefur mér svo mikla gleði og ánægju og ég bara get ekki orðið leiður á þessu.